Góða kvöldið og verið velkomin í Akranesvöllina á leik Kára og Magna í fótbolta.net bikarnum. 16-lega úrslitir í höllinni. Auðun heiti ég og með mér í dag er að lýsa Hilmar Halldórsson. Velkomin Hilmar. Takk fyrir. Svo er það Örn Arnarsson að stjórna útsendingu og Snorri Kristleifsson á myndatökuvélinni. Bikarinn. Það er bikarinn í ára þessi bæði liðir í þriðju deild. Þau hafa búin að mætast áður þegar ekki í deildinni. Jú, það var hér í höllinni að mig minnir. Ég held að það fari 1-1. Kíkjum á þetta þannig. Ef ég er með þetta rétt. Skoðum þetta hérna. Já, Jú, passar. það var 1-1. Förum við byrjunliðin. Byrjunlið Káramanna er aðeins öðruvísi í dag. Það var leikur sérstætt í gær hjá öðrum frá Kalla og það var verið að nota bestu leikmenn þar til sækja sigur. Var það sigur? Já, þeir eru unni 2-0 á móti Þrótti Reykjavík til að halda sér uppi í A-deild fyrir síðustu lotuna. Og eiga það ennþá möguleika á þeim Íslandsmeistaratitli. Já. En byrjunlið í dag í markinu nr. 1 Logi Mar Hjaltstedt, nr. 2 Benjamin Mehic, nr. 3 Óskar Vasilevski, nr. 5 Gísli Fannar Ottesen, nr. 8 og fyrirlið í dag Sigurjón Logi Bergþórsson, nr. 9 Hektor Bergmann Garðarsson, nr. 13 Helgi Rapp Bergþórsson, nr. 14 Kolbeinn Tumi Sveinsson, nr. 23 Kristján Mar Marnason, nr. 29 Þór Lorentz Þórðarsson og nr. 37 Marno Hilmar Ásgeirsson. Á bekknum svo er nr. 15 varamarkmaður í dag Kristján Hjörvar Sigurkarlsson, nr. 2 Gabriel Ísak Valgeirsson, nr. 4 Tómas Týr Tómasson, nr. 13 Arnór Valur Ágústsson, nr. 17 Máni Berg Ellertsson, nr. 19 Björn Darri Ásmundsson og nr. 37 Sverrir Mar Smárasson. Já, við sjáum hér að Marno Hilmar er líka nr. 37, þannig að... Já, ég sýtti Sverrir vera númer eitthvað allt annað en aðan. Já, en það er gaman að sjá Sverrir Mar Smárasson aftur á bekknum með Káramunum. Já. Ekkert hefur hann spilað í sumar en hann er komin á bekkinn allavega í þessum leik. Vonandi að fá að sjá hann eitthvað í dag. Það er gaman. Byrjunlið Magna manna frá Grenivík er þannig skipað nr. 23 í markinu Steinar Adolf Arnórsson, nr. 2 Tómas Örn Arnarsson, nr. 5 Kristófer Óskar Óskarsson, nr. 6 Halldór Mar Einarsson, nr. 7 Guðmundur Óli Steingrímsson, nr. 8 Sigurður Brynjar Þórisson, nr. 10 og fyrirliði Alexander Ívan Bjarnason, nr. 11 Gunnar Berg Stefánsson, nr. 17 Ibrahim Boulaya Elmiri, nr. 47 Björgvin Máni Bjarnason og nr. 68 Ingólfur Birnir Þórarinsson. Varamenn hjá þeim í dag, engin varamarkmaður virðist vera. Nr. 3 Viðar Már Hilmarsson, nr. 18 Steinar Logi Þórðarsson, nr. 19 Birkir Már Hauksson, nr. 21 Oddgeir Logi Gíslason, nr. 27 Þorsteinn Ágúst Jónsson og nr. 80 Örvar Óðinsson. Fyrirlið þjálfari þeirra í dag segir Óskar Bragason. Má ekki bara búast við hörkuleikir í dag, Hilmar? Jú, heldur betur. Mér sýnist Magnamenn að vera með svona sitt sterkasta lið. Já. Og það er gaman að sjá að Kristófer Óskarsson er kominn í byrjunarliðið. Hann hefur mikið bara verið að spila útileikina því hann á heima í Reykjavík og hann, við spilum við á í fyrra á Grenivík og þá var hann mættur í byrjunarliðið og slátraði okkur þar. Hann er mjög góður leikmaður sko, þegar hann nennir í. Og ef hann nennir í dag þá gæti þetta orðið bras fyrir Káramenn sko. Já. Þannig eru leikmenn mættir á völlinn. Káramenn í dag munu líklegast spila kannski heldur öðruvísi kerfi heldur en í flestum leikjum í sumar. Eru við ekki að búast við 3 hafsenda varnarlínu og svo vangbakverðir og eitthvað veisla? Jú, Kári, þetta er svolítið skrítið, með boltan spila er svolítið þannig sko, en í uppstillingunni á blaði er þetta 4-2-3-1 oftast sko, en þegar þeir sækja þá breyta þeir í 3 aftast og
og vangbakverðir út. Já. Dómarar í dag eru dómari er Hreinn Magnússon og honum til aðstoðardómari nr. 1 Eysteinn Hrafngilsson og aðstoðardómari nr. 2 Oliver Tang-Tung Wu. Í deildinni er KR-menn efstir eins og við komum fram hérna í síðasta leik. Magni er í 7. sætinu. 4 sigrar, 4 jafntefli og 4 töp. Ekkert verið að flækja þetta. En já, við hefum báðið spilað á móti Magna og þetta er hörkulið. Já, það er sérstaklega erfitt að mæta þeim á eða í Grenivík. En já, þeir eru alltaf mjög massíft lið og spila á góðu tempói og er erfiðir að eiga við. Aðeins svona fullorðnara lið hjá Magnamönnum heldur en KR-mönnum, þótt að sé aðeins búið að eldast hérna í liðinu frá því í síðasta leik. Þegar að menn eins og Tómas Týr, Arnór Valur, Máni Berg á bekknum. En ég meina, nú er þetta tækifæri bara fyrir suma að sanna sig eins og Kolbeinn Tumi og Hector Bergmann, Helgi Rapp. Já, Kolbeinn, Helgi, Kristján ekki mikið fengið að spila með Kára í sumar. Meira kannski verið með öðru flokkum en gaman fyrir að fá alveg fullorðins bolta í mikilvægum leik líka. Þetta er gríðarlega mikilvægt, öllum langar alltaf að spila Laugardalsvellinum í september. Já, ef KR-menn vinna þennan leik þá eru bara 2 leikir og þá eru komnir á 2 sigrar viðbót, þá eru komnir á Laugardalsvellin 27. september. KR-menn í fyrra fóru í 8. úrslitin á móti KFK og KR-menn töpuðu þar minnum við 3-2 í hörkuleik þriðjudaginn eftir Vestlinumannahelgina. Já, það var brekka. Já, það var svona ákveðin brekka fyrir nokkur leikmenn. Kristján gerir vel. Þá kemur Björgvin Máni. Sigurður. Fyrirgjöfin. Þór Lorenz. Elskar þessa bolta. Kolbeinn Tumi missir á honum. Í hornið á Kristoffer. Helgi gerir vel. Ágætismæting hérna í höllina eins og á flesta leiki á Kára í sumar. Það var mjög góð mæting síðasta leik, en það var það stórleikur á móti Víði í deildinni. Já. Það var held ég mesta sem ég hef séð í sumar. Gísli gerir vel. Við fekk nú skammir frá honum Gísla Fannari eftir síðasta leik. Já, þú og frændiðinn. Já, við lásum einhverja vill á línu hana. Hann er víst búinn að spila bara alla leikina í sumar og búinn að standa sig vel, gefum við það. Hann er búinn að vera mjög góður í sumar að Gísli, maður það. Þór með erfitt touch hana. Koma Magnamenn. Allt opið hana á fjær. Kolbeinn Tumi að gleyma sér. Sem að grasið er svolítið blautt, það hefur alveg áhrif á leikinn sko. Var verið að vökva eða eitthvað svoleiðis? Já, leika henni í gegn? Ég var náttúrulega að spila á móti Fylki í fyrra dag og þeir æfðu hérna inni vikuna fyrir og rennbleyttu grasið hérna. Já. Bara ennþá blautt síðan þá held ég. Það skilaði ekki miklu árangri allavega? Nei, það var óvænt maður. Benni, Óskar, Kristján. Prestað, touch. Kloppaður hana, en boltinn farinn séður. Gunnar Berg ekki sáttur. Þór, skiptingun á fjær. Kolbeinn ekki alveg að misreikna hann hana.
Einn leikur búinn í 16 liðúrslitunum í dag. Það var KFA sem tók á móti Ými fyrir austan í hitanum, eða er hitinn þá í gangi? Örugglega heitara heldur en hér allavega. Já, og það fór 6-0 fyrir KFA. Þeir Já. Mækarinn og félagar. Ætli það sé ekki... Hvað er liðið sem maður þarf að sigra í ár? Mögulega Víkingur og Ólafsvík líka. Selfoss líka eftir í keppni. Já, það er svona þessi þrjú. Þetta er sérst bara úr neðri deildunum, þessi byggar. Önnur, þriðja, Önnur og neðar. 5. deild. Það sýnst nú öll lið úr 5. deild allan að vera dottnið úr. Þetta er önnur og 3. deild eftir. Tindastóll í 4. Já. Og KH. KH 4. Já, það er 4. deildar slagur sem að byrja á sama tíma við. Já. Allir leikir eru spilar í dag í 16. úrslitunum, þannig að það er örugglega bara dregið. Tæft. Nálægt. Kolli úti. Kolbeinn með fyrirgjöfina. Marno Hilmarov, þetta er svolítið hátt. Ég held, kannski getur leiðast mér það, en ég held að svona tilfinningin er svo að Þór Lorenz er að spila sitt örugglega besta tímabil í meistaraflokksfótbolta akkurat núna. Hann er með þeim betri. Já, hann átti hvort það hefði verið fyrsta tímabil eins og Selfossi, þá var hann valinn í lið ársins í deildinni. Stoðsendingakongur er það ekki? Jú. Það var í annarri deildinni. Já. Þegar Kári á líka í annarri deild, þá var Þór Lorenz valinn í... Þegar þeir komast ekki upp. Já. 2019-20. Já, en Þór er búinn að vera mjög flottur fyrir Káruna og sérstaklega upp á síðkasti líka. Spila hans meira framalega heldur en hann var að gera í liði Selfoss. Já. Skiptingin. Gunnar klifrar hann upp á Þór og missir á honum í leiðinni. Kristján. Benni framlengir. Mari setur pressuna. Ingólfur skilur hann niður. Steinar. Tala saman, strákar. Þór vinnur hann. Heldur hann vel. Vinnur innkastið. Helgi á bróður sinn, sér hann loga. Já. Haldur hann veðrið það, Káramenn. Óskar upp í hlaupið á Marno Hilmar. Marno stígur á boltan, missir á honum. Þetta hefur ekki verið þægilegt. Marno heldur bara fram. Skipting yfir á Tómas. Tómas sendur hann upp í hlaupið. Það er við bolti. Það er spilað þétt í neðri deildunum núna. Næsti leikur á Kára er á sunnudaginn svo. Móti Elliða úti í Árbænum. Já, klukkan 12. Klukkan 12. Hádegisleikur. Það er bara fínt. Já. 2 útileikir Rauða Kármönnum svo aftur á næsta föstudag. Þetta er Vænging Júpiters. Á miðvikudaginn annað fyrir þetta... Fyrir Vestlumanningi. Já. Kári Hvíti Riddarinn. Þannig að það er heil umferð eftir. Hektor með hlaupið, hann er ekki rangur, eða hvað? Jú.
Tómas spilur á stutt. Sér hlaupið. Kristján gerir vel, kemst fyrir hann. Vel gert. Óskar, boltinn á vellinum hana. Flautaðu dómari. Koma magnamenn. Boltinn ennþá inn á vellinum. Boltinn fyrir, sendur hann hliðan þetta. Sjáum þetta aftur. Svolítið opið hennar vinstramenn hjá. Já. Á kolla mínum. Gísli. Fín sending upp á Marno og Hilmar. Þór skiptir hann yfir. Jú. Gísli. Sending. Þetta leysa úr þessu vel. Hector tekur hann niður. Benni á Þór. Þór og Kolbeinn. Kolli í skotið. Fínt skot. Fín sókn hana. Pressa. Sjáum færið hérna hjá Carmen Maðan. Fín tilraun hjá Kolla. Þegar Ívan aðleita hana. Þór gerir vel. Marno Hilmar, þungt touch. Og þung sending. En Þór heldur hann vinna og endar upp í stúku. Hector vinnur vel. Vinnur hann út í horni. Marno Hilmar en leysa úr þessu. Alexander Ívan. Kolli skilum út af. Sérun Logi skiptir yfir á Kristján. Þór með honum. Þór yfir á Marra. Marno, boltan fyrir. Sem fór ekki upp í. Benni. Bara Guðmund Óla. Óskar. Seinni. Þór með skrýtna sendingu. En hann vinnur aftur. Kristján á Loga. Leysa vel úr þessu. Sigur hann á Gísla. Gísli fer bara af stað. Sendur hann fyrir og Fín hugmynd. Fínt. Hotspinna. Fyrsta hotspinnan. Kolbeinn Tumi tekur þessa. Kemur boltinn. Helgi snýr Kristófer af sér. Sendur hann yfir. Komst inn í þetta.
Vinnar bara aftur. Þór fer í sendingu. Góli! Ó. Fín pæling en svolítið erfitt. Sjöfum aftur. Þór Lorenz að sneiða hann á líklegast á Marino. Missa á honum hann Magnamenn. Þór Lorenz. Sigurjón. Það verður Gísla. Marino snýr vel hann fer af stað. Missa hann aðeins langt frá sér. Kemur Óskar. Þessi hlaupið á Kolbeini. Kolbeinn. Hitt á Steinar. Ja, 15 mínútur búnar, það ekki heldur rólegt. Já, frekar rólegt sko, 10 lítið. Það mun alltaf koma mörg sko, við vitum það. Það kemur opnar. Og svo? Sigurjón Logi. Björgvin setur hann í gegn og þetta kemur Kristoffer, nei, rangstæða. Ibrahim kominn hann í gegn. Ná að sjá. Þetta bara vitlaust, held ég. Já. Kristján var hann voru þeir báðir þá réttstæðir? Kristoffer var allavega réttstæður. En það bara með Íbrahim, ég ekki alveg viss þetta hafi verið rétt. En bara dómarinn dæmir. Já. Íbrahim líkur hann eftir og þeir hafa ferðað í hann í skotinu. Já, það alltaf vont þegar varnarmaðurinn kemur svona rétt áður maður að skjóta hann og maður neglir í hann, það er ekki gott. Káramenn heppnir að það. Eftir að Íbrahim fer að velli. Er hann að fara út af eða? Já. Nei. Harkar þetta af sig kallinn. Óskar. Gísli. Hector á Kolbeinn. Þungt touch. Fín sókn samt maður. Þór kloppar hana, fær aukaspyrnu
Gunnar Berg brýtur á honum að það. Óskar. Tómas vinnur hann skallabolta. Þór. Setur hann upp í loft. Þór setur pressuna. Boltinn farinn. Kristján upp í þetta. Káramenn ætla bara að eiga þetta og taka Kristján á Sigurjón Loga. Helgi farin yfir Gísla. Gísli skiptir yfir en boltinn fer ekki á Þór. Gunnar sem kemst í gegn, kemst fyrir þetta. Kristján Þór fyrir, hár bolti. Hár og langur. Kolbeinn. Kolli næri. Heldur þetta. Nei. Erfiður bolti. Koma Káramenn í pressuna. Helgi gerir vel. Það hann aftur. Helgi búinn að vera góður. Hector. Hector fer bara í skotið. Új! Þetta var ekki langt frá því. Fín tilraun. Má gera reyna eitthvað. Já, það er ekki búið að testa markmanninn svona almennilega. Nei. Það var alveg komið tími á það. Boltinn upp. Benni fyrstur á hann. Og kemur Hector. Aftur. Marno Hilmar. Marno feikar og fer að vinstri. Vel hann að. Hann var farinn en tók Steinar það svo. Adolf. Gerir þetta vel. Þetta var ótrúlegt. Óskar. Við vorum að tala um að Terstan, hann er greinlega klár í alvöru skot. Já. Lélegur bolti. Kolli tekur Menn hann eru niður. svolítið bara í einhverju rugli núna. Marno Hilmar. Framlengir. Ó, þetta hefði verið flott. Káramenn þarf að vera að nýta þetta momentum með sér. Hörðu. Sjáum við þetta Marno Hilmar. Skemmtilegt sjónarhorn á þessu hana. Já. Kristján. Kemst ekki lengra en þetta. Káramenn halda boltanum samt sem áður. Óskar. Og Kristján. Fyrst á Þór en Gunnar kemst fyrir þetta. Þór tekur sér stöðu, gerir vel á Þór. En Sigurjón kemst á hann. Snýr hann af sér. Sigurjón Logi. Gerir vel. Já. Fá hornið. Þá er það Þór. Þór Lorenz.
Fyrir Benni á hann. Kolbeinn. Brendaboltinn. Helgi. Nei, Óskar Vasilevski. Nei. hvað eru þau? Marno Hilma sendur hann bara niður. Já, gerur þetta vel. Gísli. Missir hann. Vinnir hann. Skert, gefa frá þér Unnur. Hector. Gefa frá þér Unnur. Já. Kolbeinn. Kolbeinn. Nei! Þetta er alveg að koma á kórumunum. Já. Það liggur vettinu. Saman þetta löngsókn. Þór. Fýtt bolti. Fýtt skot sem að hérna. Þetta var ekki hendi, sýndist mér. Nei. Svo var hérna. Voru hvað að byggja það. Fýnt svo. Kemur annað hot. Enn eitt hotni á Kolla sem er svona annað hot svo. lala. Þarna kemur að Kolli. Tómas hjá Magna er mjög góður í loftinu. Hann tapar alltaf skallabolta. Já. Gísli. Og Kolla. Kolbeinn. Gerir þetta vel. Já. Það er svo fast. Nei. Nei. Benni. Dómarinn flautar Þór. bara ekki. Og Kolbeinn. Kolbeinn með skallan. Sending. Nei, það er bara að leyfa þess að ganga. Það er bara fínt. Fögnum því bara. Ég aldrei sé hann að dómar áður. Nei. Jájá. Fín sending hérna hjá Þór og Kolbeinn. Langur Kristján alveg með þetta. Þór tekur hann niður. Þór fann aftur. Sigurjón. Þór. Kristján. Fyrsta út á Þór. Þór með hægri. Vill frekar af hann á vinstri. Já. Kristján endar hann á Hector. Hector á Sigurjóna. Gísli setur hann fyrir. Benni. Kristján. Sending í gegn. Frábært móttaka. Óskar gerir vel. Logi upp á Þór. Hector lætur hann fara. Það kemst ekki í hann þar. Menna er ekki að ná að halda boltanum almennilega. Já. Þetta er kannski búið að vera þema í svona síðustu leikjum hjá Kára allavega hérna í höllinni að fyrri hálfleikur er alveg óttalega leiðilegur bara. Það er lítið að... Já, svo kemur þetta allt í seinni. Já. Það er búið að vera ekki minna af mörkum hjá Kára en hefur verið undanfarin ár. Það er ég bara að bulla. Það ætlar að minna á þá. Já, það er rétt. Kristján. Hann var svolítið filosófían hérna í nokkra ára. Þurfti bara að skora meira en hinnir. Já, þetta var svolítið þannig.
Kemur Kristján á Þór. Þór með hann fyrir. Helgi í baráttunni. Kolbeinn líka hann út í horni. Gísli fann hann boltan. Aron á Hilmar. Fær hann aftur. Það er ekki að koma honum fyrir. Boltinn endar í horni og þarna gerist eitthvað. Nú líður hann hlýtur að sjá þetta. Aron á Hilmar heldur andlit. Heldur hann í andlitið á sér? Já, mér finnst þetta á olnboðan einhvern veginn. Getum séð þetta aftur. Nei. Já, það er eitthvað. Já, svei mig þá. Mér finnst þetta bara gult spjald. Aron á Hilmar mun ekki gera mikið mál af þessu eða það? Nei, nei. Nei, nei. Og það meira en þetta. Jú, jú. Þá kemur Þór. Nú kemur það. Ó! Aron á Hilmar tekur hann niður. Setur Og hann svo- fyrir. Bolti, hvar enda boltinn? Okkar. Þetta er Æjæjæ. ótrúlegt. Steinar. Fín. Benni var nálægt í að sneiða hann í seinna skiptið. Já, Hann nær næstu því. hann nær snertingu. Sýndist mér. Þannig sjáum við annað sjónarhorn á þessu. Vá. Steinar með markspyrnuna. Tekur stutt. Tómas yfir á Guðmund. Það er haldan minn á. Það er nóg að bjarga sig. Það er Aron á Hilmar mættur alla leið niður í miðjuna. Óskar, Logi Mar. Tundur hann upp en Flott. ekki upp í. Boltinn endar hjá Kármönnum. Logi Mar. Fer hann yfir. Kolbeinn framlengir á Aron Hilmar. Kolbeinn fer hann aftur og hann er ein önnur hotspyrnan. Þurfum að nýta þar betur. Síðasta spyrna á Kolla var mjög fín. Þessi er ágætt. Beinti á Steinar. Koma þessi burtu. Þór reynir í fyrsta. Kerti Óskari. Óskari. Gísli. Þór vill skipta yfir en Hektor með honum. Missir hann. Og Kármenn eiga þetta bara, það er hárrétt. Eru Kármenn að spila taktískt þrír fyrir gerðu það sem að við sýnist nú Magnamenn vera með 5 manna vörn. Já. Eitthvað reyna að matcha. Hvað var að systemið? Já. Eitthvað reyna að matcha Magnamenn hérna. Kolli. Hektor tekur hann niður.
reynir þetta sjálfur, veit. Guðmundur Óli, 38 ára hana. Já. Sigur. Níu árum eldri en Marinó Hilmar, sem elsti leikmaður Kára hérna inn á í dag. Sérlogi, Óskar, Kristján, Þór fyrir stað, þungt. Grasið, það er alveg að tröfla menna, það sé aðeins blautt sko. Maður sér það á touchum að sendingum. Koma magnamenn. Gísli Fannar gerir vel. Hvað segir ég? Já. Það er hann Kristófer. Það þarf bara eitt svona moment hjá þessum gæja og þá er hann búinn að skora. Gerir þetta mjög vel. Já. Dregur hann á. Helgi. Gísli. Benni vil fá hann. Gísli reynsa bara. Getur rugl. Hann getur komið niður og gera það vel. Logi og Óskar á Kristján. Erfið sending og þungt touch. Óskar græja þetta. Gerir vel. Sér hann Logi. Út í breitt vinnur. Setur hann yfir. Frábær sendingarnar með vinstri á Nú kemur þetta. Þór Lorenz. Setur hann inn í en boltinn endar hjá Kristján Mar. Sigur hann kemst inn í þetta. Kolbeinn. Halda honum. Sigurjón. Gerir vel upp í hornið á Gísla. Gísli setur hann fyrir. Reynir það. Enn eitt blokkið á maglamönnum. Óskar. Kristján. Þór. Þeir halda hann bara. Það er framlíking, fer það þá... Nei, ef það er jafnt eftir 90, fer það í framlíkingu, eða? Já, ég myndi halda það. Já, þeir fóru Káramenn í síðasta leik, fóru þeir austur. Spilum móti, það er ekki Höttur Hauginn. Og fóru í framlengingu þar, unnu 3-2 í framlengingu. Já, ok. Hektor Bergmann skoraði víti á 120. mínútu, minnir mig. Marinó Hilmar. Eða fara í vítaspyrnukeppni eða eitthvað svoleiðis. Eða það fara allavega í vítaspyrnukeppni. Það var allavega hádramatísk ferð austur á land. Já, ég man ekki alveg hvernig það var. Pressa á Kármönnum núna. Það er aðeins að fara að æsa í þeim. Marinó Hilmar. Þór. Skrítin sending en hún gengur ekki. Óskar. Svo yfir. Óskar með þetta. Gísli upp í hornið á Benni og Hektor kemst hann inn í þetta. Þetta er innkast.
Magnamenn, Helgi Rapp. Þetta ekkert á þetta. Þetta bara hárrétt. Og það gult spjald á Kristófer vantarlega. Helgi ösku fljótur. Já. Alvöru skrokkur. Og hörkusöngvari. Já. Og leikari. Jú. Þetta var vel gert. Gult spjald fyrir Kjaft. Fyrir Kjaftinn, maður. Það verður nú... Ég ætla bara að segja, vonandi ekki bætt mikið en að setja á leikum. Nei, við þurfum að fá seinni hálfleikinn í gang helst sem fyrst. Þá fer allt af stað, ég get lofa hvað því. Kloppi, ekkert á þetta. Hann ekkert mikið að flauta, þetta bara... Já, hann bara lætur þetta allt ganga. Og hann ekkert búinn að vera að klikka neitt, sko. Ég hef bara flottu leikur hjá dómarum í dag. Hreinn Magnússon. Nú komið nokkur sem ég spilaði í nærdeildunum og þú hefur spilað lengi í nærdeildunum. Já. Ertu sammála því að dómgæslan búin að skána? Já, það ekki bara? Ekki bara hrósa dómarum minna fyrir... Þess alltaf að standa sig mjög vel. Já. Fimm mínútur eftir að fyrir á leik. Það er bara aðalega í neðri deildunum, það er oft svo mikið passjón að dómarar mega ekki missa leikina alveg í eitthvað rugl. Já. Við erum séð það gerast. Já, það verður nú oft gert hér í höllinni. Kári Vestri hérna fyrir nokkrum ára síðan. Já, til dæmis. Óskar. Þór. Já, bara ekkert á þetta. Komið dróli. Bolti. Gísli gerir vel. Ingólfur. Tómas. Fyrsta. Góð skipting. Já. Kert hjá Óskari. Hektor. Óskar gríðarlega mikilvæg fyrir þetta Karoli. Já. Það er bara... ekki svo mikilvægast, myndi ég segja. Innan sem utan allar. Já, algjörlega. Hörðu. Það var eitthvað misreikningur í gangi. Kristján aðeins út á stöðuna. Nei. Gísli upp á Benna. Tómas vinnur þennan skalla. Náður hann á Þór, náður ekki haldur hann inn á. Misklingur hann. Kormar er eins og fljótur að vinna hann alltaf. Og svo tapar hann líka. Benni gerir vel samt. Gísli Fannar. Helgi. Það voru ekki alveg á
tánum hana. Og kemur Hector Bergman í pressuna. Úss. Þór. Bunni. Þá flautar hann. Já. Ég ætlaði að vera aðalega verið hljóðið sem að koma hann. Já. Það hefði dæmt þetta, sko. Lítið í þessu. Benni. Marna Hilmar. Sendur hann baka með rassinum. Kolbeinn. Kolli verður að taka niður hana. Benni með hits. Helgi. Heppir hana. Leysir þetta ágætlega. Helgi búinn að vera flottur í dag líka. Já, mjög. Fyrsti byrjanlegsleikur hans á tímabilinu held ég alveg örugglega. Já, ég held að það sé alveg bara örugglega rétt hjá þér. Þór. Kolli biður hann. Marna Hilmar. Kristján. Kemst ekki fram hjá. Þór aftur. Biður hlaup. Marna Hilmar. Kristján. Hlýtur hann á þessu. Já. Óskar með. Lengra á Þór. Þór Lorenz. Hvað gerir Þór? Þetta er bara að láta vaða hana. Já. Þetta. Þór. Kom sér í vandræði hana. Kemur Kristoffer. Marna Hilmar. Vinnur vel tilbaka. Hector. Pressuna. Stígur hann út. Sveimið á, ég held að við höfum mistað skiptingu í leiknum hérna í dag. Býttu. Mér sýnist Ibrahim farinn af velli, leikmann nr. 17 og inn á honum kom þá leikmann nr. 27, Þorsteinn Ágúst Jónsson. Þetta hefur farið framhjá öllu IA-TV teiminu hérna. Ég veit ekki alveg hvernig þetta gerðist. Hann var búinn að haltra allan leikinn eftir atvikið þarna rangstöðumarki. Hver kom inn á segirðu? Þorsteinn Ágúst Jónsson, nr. 27, frammi. Þetta var ótrúlega hvernig það fór fram hjá okkur. Já. Leyniskipting. Já. Óskar. Erfitt innkast. Óskar leysir vel úr þessu. Kristján. Þór, fyrsta, væntanlega, já. Marna Hilmar. Anna flautar. Hreinn. Dómari. Til hálfleiks. Þetta var tíðindalítill. Já, Káramenn voru þó með yfirhöndina og átti allavega að skora 1 mark fannst mér. Já. En Magnamenn skora 1 mark, það dæmdi af vegna ráðstöðu. Við tökum okkur örstutt hlið, sjáumst eftir 15 mínútur eða svo þegar seinni hálfleikurinn í leik Kára og Magna í fótbolti.net bikarnum heldur áfram.
Jæja, velkomin aftur. Akraneshöllin. Leikur Kára og Magna í fótbolta.net bikarnum. 16 liða úrslit. Önnur umferð eða ekki? Jú. Þannig að staðan er 0-0. Já, tíðinda lítill fyrri hálfleikur. Þannig að eins og hefur verið síðustu leiki hjá Kármönnum, en seinni hálfleikarnir hafa verið skemmtilegir. Ja, þeir valda okkur ekki á vonbrigðum allavega. Ég ætla rétt að vona ekki, þetta var lítið að frétta. Ef Káramenn komast áfram í áttalegu úrslit þá er leikur spilaður þriðjudaginn eftir verslunarhelgina aftur. Þar duttu þeir út. KFK. Já, þannig að 3-2 og Kolbi Tumi skoraði bæði mark Kármanna í þeim leik. hann þarf að nýta tækifærið aðeins betur og fara að klára færin sín. Búinn að fá langflest færi í þessum leik. Já. Það er enga breytingar á liðunum, syns mér. Við mistum náttúrulega skiptingu í fyrri hálfleik. Jú. Þannig að liðin eru annars bara eins. Þetta er bara Kármenn Brumboltan. Þetta var Kristján er hann ekki. Sigurlogi Þór Sýnst nú að vera smá tilfærslur á leikkerfi Magna. Bolti Kolbeinn Missir eitthvað aðeins nær þessu samt. Viktor með honum, hann setja bara fyrir. Þar er engin Káramaður. Vinnur aftur Þór. Já, mér sýnist Guðmundur Óliver kominn inn á miðjuna núna. Já. Var að spila sem þriðji hafsendi eða Þetta var nálægt. Endar hjá Kolbeinn, erfið setting. Sko, annarkvort er skýrslan eitthvað í ruglunu eða þá þeir hafa gert skiptingu inn í klefa. Hverjir? Magnamenn, af því að það er leikmaður með 19 komin inn á, Birkir Már Hauksson í vinstri bakvarðarstöðuna, sýnist mér. Þetta er Og út af, var það ekki 68? 68, nei, hann er Ingólfurinn ennþá inn á. Við komumst að þessu eftir smá. Sett hann. Gísli Fannar. Bara af stað. Það er Þór. Það er ekki. Það var leikmaður númer 11, Gunnar Berg Stefánsson, sem fór á velli. Þetta er Marun og Hilmar fellu við þarna. Kolbeinn setur pressuna. Helgi heldur þarna, en Kristoffer gerir vel og þá... Gert hjá Helga. Já, þetta var nú... Já, þetta var rétt.
Kristófer á gulu spjaldi. Spinnan. Bolti, Kristján. Þór botar. Kemur hann upp á Hektor. Gerir vel. Þór Lorenz. Það er hann ekki sáttur. Nú halda haus. Það eru nú 3 leikmenn hérna í byrjunarliði Káramanna í dag sem að koma úr frábæri akademíu Vinnuskólans. Logi Mar, Kolbeinn Tumi og Gísli Fannar. Já, heldur betur. Og ykkur á bekknum. Jú. Hektor líka. Hektor. Tómas Týr. Pítur og við. Með þetta. Já, Vinnuskólinn. Aukaæfingarnar þar skila sér, sko. Það er alveg klárt. Ég held að besta dæmi þar sé líklegast Haukur Haraldsson. Já. Nú úr okkar akademíu. Já. Aukaæfingarnar á malbygginu. Og Daniel Ingi. Jú. Bróður hans Ísaks Bergmann. Pressaði á Kolla. Hildur. Sigurjón einn, en Guðmundur Óli gerir þetta vel. Já, gerir mjög vel. Kristján. Brotið á honum. Þór tekur þetta fljótt. Kolbeinn. 1 á 1. Lítið á þetta. Þetta var svolítið öðvöld til Magnúm. Tóku Hektor og Marra hann að báða til sín. Birkir. Finnur. Guðmund. Logi og Gísla. Sér Logi. Kristján. Gísli. Erfið sending.
Steinar. Benni hoppar hana Alvöru hopp. mjög hátt. Þessu Logi fer af Svona búin stað. að ferna. Ingólfur. Það reddast Jón Benna. Skar með fína skiptingu yfir á Gísla. Gísli með boltan fyrir. Getur sending. Hot. Og það samdáttur. Hónd ekki stutt. Kemur Þórólens. Boltan fyrir. Helgi. Detta þarna að boltinn kom. Steinar. Kristoffer. Haldunum. Þór gerir vel. Ingólfur setur hann í fjærhornið. Það er Þór. Boltinn. Það er varspinna. Kristján. Tilbaka Óskar. Helgi með fasta sendingu. Þetta er Skrítið á Benna hana. Já. Koma Magnamenn. Boltinn fyrir. Helgi gerir vel. Hotspinna. Fín sókn. Magnamenn aðeins komist inn í leikinn eftir að Káramenn hafa verið með yfirhöndina í þeim fyrri. Sem að Benni með sér að kvenka sér. Stendur lappir. Kemur hótnið fyrir liðin, Alexander. Benni. Setur hann, eða var það Var þetta ekki Benni? Kolli? Magnamenn hafa væntanlega spilað stuðningsmannalagið sitt fyrir leik. Það er rosalegt. Já. Ég mæli með að hlusta á að við erum Magni á Spotify. Það er bara topp 3 stuðningsmannalag á Íslandi, finnst mér. Ég mæli með að taka Káramenn þurfa að fara að búa sér til lag. Já. Hér í Háska. Já. Boltinn yfir allan pakkan. Ingólfur missaði honum. Eða DJ Marra bara, hann getur nú mixað eitthvað fyrir okkur. Já. Þeir hafa nú verið duglegar að fylla skífu. Já, nokkri í liðinu. Marri, Kolli, Þór. Það hefur verið saman. Já. Það er bara flott. Liðseld. Liðseldin. Gísli. Sigurlogi. Og Vel gert hjá honum. setur yfir á Þór. Ok. Fín bolti, enginn ákta. Þór Lorenz. Menn í tegnum.
fyrir fyrsta varnarmanni. Þór vinnur hann aftur. Nei, hvað? Dæmir. Ok. Aftar. Birkir finnur engan samherja, hann bara setur hann yfir á fjær og Halldór. Halldór bara Alexander Birkir með erfiða sendingu, hann kemur Marn og Hilmar. Steinar Helgi Hector gerir vel. Benni á Kolbeinn. Hvað gerir Kolbeinn? Hann kemst ekki fram hjá Halldóri. Sérhói. Gísli Fannar með vinstri, þetta er ekki góð sending, hann er ekki sáttur. Þá er það búin að skipta kant. Þór og Kolbeinn. Þeir vilja vantilega fá krossana meira. Þór hleypið frá Marn og Hilmar en Marn er rangstæður. Átti að sjá því. Og gefinn pressan. Hagnaður. Rangur. Nei. Magnum er að halda meir í boltan en að gera fyrir. Já. Ingólfur stjórnar þessu leik betur. Skipti yfir á Guðmundur Óli. Birkir. Kolli gerir vel. Kolli búinn að blokka nokkra krossa saman. Fær hann aftur og fer af stað. Koma með. Setur hann á fjær. Þar er Hector, tekur hann niður. Hvað er hann að dæma á? Þetta við þurfum að sjá þetta aftur, ég er ekki viss um að Hvað er hann að dæma á? Rangstaða vill að meina. Alvöru finn þessu auðvitað, má sjá. Já, mögulega. Já. Þessi var inni. Það ekki? Jú, mér finnst það. Benni með hendur, en dæmir ekkert á það. Kolli gerir vel. Fær eitthvað stundina. Já, þetta er rétt. Það er að færa smá hiti í þetta. Bara fögnum því. Já. Loksins. Gísli. Þór. Ingólfur. Vel spila. Já, fyrir upp í. Fínt spil hjá Magna.
Kristján á Benna, aftur á Kristján. Kemur Benni með hit. Það skrítin sending. Búið að vera töluvert mikið af misjöfnum sendingum hér í dag. Já, og það aðeins mér ekki upp á það á báðum liðum. Smá þreyta í báðum liðum. Það hefur verið að spila þétt. Plúsferðalagi hjá Magna, kickinn. Já. Kolli gerir vel. Marno Hilmar. Hann ultraformi. Gísli lætur hann bara fara skynsalegt. Helgi upp á Hector missir á honum. Guðmundur Óli gerir þetta mjög vel. Þetta bara rétt. Gísli Fannar. Fann eftir. Þetta spilið. Nótt spil. Halldór gerir vel. Kristján. Helgi sendur hann niður á Loga. Kemur Logi hátt á Hector. Gist ekki fram á 66 mínútur búnar. Það er spurning hvort að KR-menn fara að gera eitthvað breytingar. Magni er búið með 2 skiptingar og 2 slott, má segja. Kristján Fellun fær hana andlitið. Kláður í andlitið? Já. Gerði ekki Magni ekki einu skiptingu hálfleik eða? Jú, þannig að þeir eru búið með 2. Já, hálfleikurinn er ekki tekið með? Ekki. Nei. Já. Það bara að stoppa leikinn. Já. Þannig að Óskar. Sér hleypið á Marno Hilmar. Hörðu þið? Ingólfur. Það flikkur nú bara á hann. Marno gerir vel, munur engastið. Það er ekki mikið af sóknarmönnum á bekknum hjá KR. Nei. Mögulega Máni. Það er eiginlega eini. Og Bjössi. Hann getur komið inn í 10-na. Óskar. Kantinn, kannski. Svo er okkar maður Sverrir Mar. Já. Hann er alltaf búinn að hita upp eins og hann sé að fara að koma inn á. Sigurjón. Gerir vel. Missir boltan. Magnamenn leysa vel úr pressunni. Gert á Kolla. Hector. Kristján missir hann. Ég held að þetta með annarflokksleikin í gær er það svona eina sem það er hægt að setja út á þetta Kára og IA samspil. Samstarf. Samstarf að
Dregur svona oft segluna úr liðinu þegar að helmingurinn á byrjunliðinu þarf svo að hvíla næsta leik. Já. En svo sem alveg skiljanlegt. Ég held sko annar flokkur sem hefur verið að spila Kári var á laugardaginn held ég, annar flokkur á sunnudag og svo annar flokkur þriðjudag, Kára á miðvikudag. Það gerist ekkert oft svona. Logi Mar, þetta er bara aukaspyrna, held ég, já. Rétt. Það er ekki oft svona þétt held ég spilað en... Nei, það kemur fyrir. Já. Það var svona hálfgerður úrslitaleikur þar sem að... Það var skipting. Já. Magnamenn gera sína þriðju breytingu. Nú getur við kannski fylgst með því hver fer inn á út af. Já. Það er Kristófer. Það er Kristófer. Kristófer Óskar Óskarsson, leikmann með 5, fer af velli. Svo sagði hann, Kristófer ég held að hann sé ekki að æfa neitt, hann mætir bara í útileiki. Já. Stundum heimaleiki, þannig að hann fær 70 mínútur í dag. Já, fínn í dag. Já, ágætisleikur. Helgi lét hann hafa vel fyrir því. Já. Inn á kemur leikmann með 80, Örvar Óðinsson. 2003 modell. Björlinn í Þór á Akureyri. Óskar háan og langan yfir á Þór Lorenz sem er nær honum og sendur hann aftur fyrir alveg yfir Kristján út í teginn. Skallaði þetta inn í vinnur. Benni með hits með skófluna en beint á Steinar. Markmaður Magna ekki stíð feilspor í þessu leik. Nei. Mjög flottur. Já. Óskar. Yfir. Sjáum að Steinar Adolf, markmaður Magna er ekki búinn að spila róman helminginn af leikjunum í sumar. Já. Það er 5 leiki. 5 leiki deild. Hector á Já, Kolla. þetta er ekki rangur. Hann er ekki rangur. Kolbeinn heldur honum. rangur. Kolbeinn fer fram í markmanninu og Kolbeinn er að skora! Já. 1-0 Kári. Kolbeinn Tumi Sveinsson, þetta er það sem við erum bara að bíða eftir. Við köllum eftir að Kolli myndi sýna sig í dag. Kolli skorar oftast eiginlega þegar hann fær sénsinn með Kára. Þetta er ótrúlegt. Kolbeinn Tumi Sveinsson er að gera virkilega vel. Hann er að skýla honum vel frá sér. Það hefur verið líkt honum að láta sér detta þarna. Sýrunlogi á Hector. Hector fleitar hann fram á. Aldrei rangstöðar. Kolbeinn sterkur hana. Gerir mjög vel. Fer fram í markmanninum. Gerir mjög vel. Það er annað markið hans með Kára í ár. Hann með 1 mark í 3. deildinni. Hann er búinn að skora helling fyrir annar flokkinn. Já. Í sumar. 9 mark í öðrum flokk. Þannig að þetta er fínt. 1-0 Kári. Nú koma Magnamenn. Örvar. Óskar gerir vel. Og spurning hvort að við fáum einn reyndan hérna til þess að sigla þessu heim. Svari Mar. Já. Það geti verið spurning. Bikarsfess eins og ég kalla hann. Já. Alltaf frábær í bikarnum þegar hann fær, ja, ekki þegar hann fær sénsinn, þegar hann spilar í bikarnum þá hefur hann ekki haft lélegan leik. Nei. Svona rúmar 20 mínútur eða svo eftir þessum leik. En nú eftir
Loksins kom marki í þetta. Kemur hornið. Skallaði burtu. Kolli framlengir. Birkir. Alexander. Hann fer bara í skotið. Vá, maður! Jesus, þetta var hörku skot í þverslana. Guðmundur Óli. Logi Mar missir á honum. Logi... Þetta var Logi Mar mjög heppinn. Stálheppinn drengurinn. Komur annað skot. Hörðu, bara þetta lá þungt á Káramörum. Við þurfum að sjá þetta aftur eftir þegar við höfum sér. Þá kemur Þór Lóðins með skiptingunni yfir. Logi hrækir í hanskana eftir þessa vörslu. Kemur Marno Hilmar. Marno Hilmar. Þetta var góð tilraun. Sjáum þetta aftur hérna. Þetta var rosalegt Þvílíkt skot hjá fyrirliðanum. Það er Alexander. Það var... Svo aftur þarna... Já, sjáum þetta hérna. Guðmundur Óli. Sjáum þetta eftir. Hérna komið, já, missir á og þeir... Þetta er dauðafæri. Það var dauðafæri fyrir Magnamenn þess að jafna leikinn. Alexander Ívan fyrirliði Magnaður. Mögulega næst leiki eftir og eftir honum... Guðmundur Óla, já. Alexander Ívan búinn að vera í Magna mjög lengi. Átti nokkur tímabil með Þór líka. Þessi uppalinn þar. Já, svo tók við bandinu bara hjá Magna. Það var eitt leik í efstu deild. Já. Óskar. Kolbeinn. Sem var hérna Tómas Örn sem var í færinu á hann í frákastinu. Káaramenn með að telja sig að vera mjög heppna. Halldór bara gafst upp þarna. Já, hann hefði getað náð það. Já, ég held það. Þetta er blauta sem Björn var að tala um. Já. Jón Þór lætur bleita grasið vel. Já. Óskar. Kristján. Bunni. Hektor, hann er ekki rangur. Hektor Bergmann. Kláraði honur. Í slána. Það er trendið. Halldór upp í. Já, þetta var færi. Sjáum þetta núna aftur. Fínt slútt hjá hann óöfinn bara. Já, Benni gerir hann er aldrei rángstöður. Nei, línan hann alveg hann er óheppinn kannski bara. Gerir þetta bara mjög vel. Nú búinn að skora ekki markaðistu leikmaður Kára á tímabilinu. Jú. Þess að með eitthvað 6 mark í 9 leikjum í þriðju deildinni. Sex mark í 11 leikjum. 6 mark í 11 leikjum. Aron Hilmar kom með 4. Hansi og eftir hans Þór. 4 líka mögulega. Við sjáum að þetta er kannski eftir að Andri Júliusson lagði skóna á hilluna, þá er markað svona að dreifast það svolítið meira. Já. Hann eignaði sér bara mjög góð leikmaður. Kári fekk líka óteljandi víti alltaf. Já. Og maður ekki glemma því þegar Dino Hodges var í markinu víti á sig. Já. Þegar að Einar Logi Einarsson fekk þarna 3 leiki í röð víti á sig. Það var svona ákveðin brandari. Óskar. Kolbeinn heldur hann fara, Marno Hilmar. Hektor með honum. Óheppinn þarna. Ingólfur gerir þetta vel. Kolbeinn breytir svo að sér. Marno eitthvað. Magnamenn eru farin aðeins að opna sig tilbaka. Þeir þurfa að fara að sækja. Skiljanlega. Koma. Ekki, nei, ekkert brot hana. Logi finnir Marno. Þetta er loga.
Sér Logi setur hann hátt upp í. Já. Gult. Nei. Mér fannst það eins og var náði gult þarna. Þór Lóris kom með 7 mörk. Hann er markahæstur. Það hefði eitthvað að fara fram í okkur þá. Já, með 2 tvennur. Já. Allt í höllinni nema á móti Sindra. Gerður græsleikmaður. Já. Halldór eftir á Ingól. Gerir þetta vel. Hann er að finna Samherja. Birkir finnur henni teg. Óskar sterkur. 10 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Engin skipting komin að Gára. Nei. Sverrir býður að það hann. Búinn að taka uppbytunar rútínuna 3 svar. Hektor missir hann. Guðmundur Óli, 38 ára, er bara að spila alla leikinn. Já. Það er maður í formi. Hektor Oi, óöppin. Já, en endar Virkar á samt. hjá Kolla. Kolbeinn Tumi með sendinguna fyrir. Uss! Steinar. Hver er að gera sér kláran á bekknum þarna? Bjössi. Og Máni, sýnist mér, Máni Berg. Björn Darri Ásmundsson. Og Máni Berg Ellertsson. Logi upp á Þór. Þór á Maranó. Erfið sending. Gísli. Halldór komst í veg fyrir það og þá opnast allt hinum megin. Þá er það Björgvin Máni. Lukas er vel hana. Kristján. Gerir vel. Já, já. Kolbeinn reynsar þetta bara. Ingólfur á Birki. Maranó setur pressuna og þá koma Benni með hits. Það er ekkert á þetta, dómari. Brot, segir hreinn dómari. Já. Máni og Bjössi byrjuðu báðir með örflokk í gær sem Máni skúraði. Það er markaskorarinn Kolbeinn Tumi og Sigurjón Logi. Báðir eiga bara mjög fínan leik í dag. Já, Kolli með mjög gott mark. Já, tvöföld skipting. Bara Máni inn á miðjuna og Björn út á kantinn vantilega. Já. Eða öfugt. Það veit aldrei. Máni fer alltaf inn á miðjuna. Kemur boltinn. Gísli skallar í burtu. Beint á Guðmund Óla. Guðmund Óli. Óskar Vasilevski kemst fyrir þetta.
Kemur hótnið. Þetta er fyrir. Óskar Vas. Óskar Vasilevski eins og áttaður. Máni Berg. Marno Hilmar kom um bandið. Nú fyrir við. Kemur Björn Darri. Á Þór. Þór setur hann yfir en það er bara Guðmundur Óli. Léleg sending. Já, bara það róta niður. Kemur það. Þór beint upp í stúku. Gerir vel. Það hefur verið greinilega ein önnur skipting hjá Magna. Veit ekki alveg hvernig þeir eru að... Marri lappar fram hjá honum. Marno Hilmar. Þetta form sem að gæða niður í er... Það er að Hector Bergman, rangur. Hvernig er hann rangstafur hérna? Já, skipting hjá Magna minnum áðan. Þetta er einhvern veginn eitthvað töfrabragð sem við tökum ekki svona eftir. Það var leikmaður númer 3 sem kom inn og Viðar Már Hilmarsson inn í hægri bakvörðinn og þá var það við teljum leikmaður númer 6, Halldór Már Einarsson sem fór á velli einhver tíman, einhver staðar. Ég tók eftir þessar skiptingu, Þú sagðir ekki neitt? Nei. Þetta var einhvern veginn fram hjá mér allavega. Kemur Logi Mar. Hvað var með það að ráða þetta niður, eða ekki? Jú, lítið eftir Máni Berg. Settur hann yfir á Kristján er bara að hlaupa, náðu setur einhver? Nei. Tómas á leiðinni á Kárabekkinn. Já, aðeins að þetta miðuna eitthvað svo. Já, mögulega. Þarna gerist eitthvað. Þrjár mínútur eftir. Plus uppbótartími. Carmen eða þennan. Brot. Nei. Örvar Magna eru farin að láta í sig heyra. Já, Örvar snýr hana vel. Hector klókur. Ekki vera að brjóta sér hana. Óskar Vasilevski gerir vel. Skipting á Carmenum. Hector Óðaf. Hector Bergman. Fín framistæði á honum í dag. Óöppin að skora ekki. Já. Þá kemur leikmann númer 4, Tómas Týr Tómasson inn á. Ákveðlega þétta þetta aðeins. Tómas er vantilega að vera að spila í gær þá líka. Já. Kemur langt innkast. Boltinn endar. Carmenum Guðmundur Óli, hann fer bara, nei. Alexander. Birgir. Björgvin. Kemur sendingin yfir. Þetta er Þór Lorenz. Hann er bara Marno Hilmar frammi. Hann reynir að finna hann og hann finnur hann. Marno missir hann samt sem aður. Það er aðeins að halda í boltan núna, sko.
Já, 1 mínúta eftir, pluss uppbót. Fara vel kannski mannleiksins hjá Káramönnum í dag. Sjáum þetta, Gísli Fannar gerir vel. Guðmundur Óli. Já. Mitt vót fyrir Óskar Vasilevski. Já, ég ætla bara að segja það sama. Hægi. Maður leiksins í dag, Óskar Vasilevski. Ég held að það sé bara frábært vall hjá okkur. Já. Það er gaman að því. Benni nær hann ekki. Tómas snýr vel hana. Guðmundur Óli skiptir yfir á... Ekki neitt. Nei. Við vitum alltaf ekkert hvað er bætt mikið við. Nei. Myndi hugsa svona 3 mínútur. Já. Það var eðlilegast. Ekkert mikið að stoppum. Nokkra skiptingar sem við tókum ekki eftir og mark. Engin alvarleg meiðsli. Nei, bara smáðan í fyrri hálfleik en þetta getur ekki verið mikið meira en 3 ár. Kemur Birkir með enn eitt langa innkastið. Það var hættulegt. Kemur það. Benni með heitt, skallar í burtu. Passa sig vinnur. Kristján björða upp í járnið. Guðmundur setur hann upp í hot og það er bara Kristján og hann hendur bara upp í járn aftur. Sniðut. Gólfur þarf að sækja hann. Guðmundur Óli með honum. Björn Darri kemur í pressuna. Pressar hann og... Góð pressa. Kristján verður að gefa hann hana. Missir hann. Björgvin. Guðmundur Óli allt í öllu hérna. Já, Gísli Fannar. Nei. Hörkuskot, Logi Mar. Tómas Óli. Góð tilraun hjá Tómasi. Já. Varnarlínan hjá Káramönnum búin að vera virkilega öflug í dag. Já, mjög góð. Helgi búin að vera frá... Helgi hefði alveg getað verið með Alexis líka. Logi Mar með frábæra sendingu á Þór Lorenz. Þetta er bara áfram. Þór bara í skotið. Steinar Ver. Björn Darri kemst næstu inn í þetta. Hann verður að hlaupa tilbaka. Óskar. Enn eitt bolti sem hann er að vinna. Já, Tómas og Benni. Marn og Hilmar. Hann er ekki rangur. Björn Darri er ekki rangur. Er ekki rangur. Ekki séns. Hann gerir... Þessi minn, það er enginn hann. Gerir eitthvað bara. Marn og Hilmar. Maður er að ná inn metrónum. Sko. Þetta telur allt í honum. Gult spjald á... Bjössi á það til að rífa kjaft. Hann sparkaði í markmanninn á hann. Er þetta fyrir það? Já. Kemur ekkert óvart þetta verður fyrir kjaft. Þetta er beint í sektasjóðin. Heimskulegt gult. Já. Vitlaust innkast. Og... Björn ýtir frá sér enn áttur. Kristján. Sett hann í gegnmunur. Óskar gerir það. Marn og Hilmar bara er að hlaupa fyrir 4 hérna. Hvaða? Nei, strókar. Þetta er á engan. Þetta er þá búið vantarlega. Hlýtur þetta að vera að klárast. Þjálfarar Kára er allavega búin að knúsast og allt þannig að... Benni gerir ágætlega. Missir hann. Þetta átdómari. Brýtur af sér. Og fær gult. Hver? Benni? Benni. Já. Það voru... Káramönn fengur þó nokkuð gulspjöld fyrir austan í fyrsta leik í bikarnum. Ég veit ekki hvernig það er. 2 gul bann. Bara ekki hugmynd. Markmaður Magna er kominn inn í. Já.
Síðasti séns, væntanlega. Já. Guðmundur Óli með aukaspyrnuna. Hún kemur inn í, þar er Steinar. Þar er markmaðurinn. Gísli. Steinar aftur. Hann er með boltan. Þór. Hann er með boltan. Hann ætlar að sækja horn væntanlega. Hann fellur við. Hvað er Þór að gera þarna? Þór Lorenz. Þetta er... Og Gísli Fannar fær gult fyrir að sparka boltanum í burtu. Bara verið að gefa Steinari markmanni. Þetta var bara mjög vel gert hjá honum. En hann er ekki búinn að stíga feilspor. Hann átti aldrei séns í marki. Nei, það var ekkert á hann út að setja í því marki. Nei. Þannig að það væri ótrúlega, þeir myndu jafna núna. Það væri svo típist. Alexander fyrirliði ætlar að taka þessa spyrnu. 5 mínútur komnar yfir venjulegan leiktíma. Allir inn í Alexander. Þór Lorenz skallar í burtu. Marno Hilmar. Og svo setur hann bara fram og flautar hreitt dómari af. Káramenn eru komnir áfram í fótbolta.net bikarnum. Þökk sé marki frá Kolbeini Tuma Sveinsinni. Kári 1, Magni 0. Káramenn gjörsamlega búnir á því. Skiljanlega. Kolbeinn Tumi. Við sjáum markið hans hér. Hector Bergman potar hann áfram hann á Kolla í gegn og hann gerir þetta mjög vel. Ótrúlega vel gert hjá Kolla í markinu. Sterkur hérna. Hérna eru færin rosa. Káramenn voru ekkert betri í þessum leik. Þeir eru bara frekar jafn leikur. Frekar jafn, sko. Óskar Vasilevski var valinn maður leiksins. Þakka Snorra Kristlesinni fyrir stjórnina á myndavélinni og Örn Arnarsson á stjórnaði útsendingu í dag. Auðun heiti ég og með mig var hann Hilmar Halldórsson. Við verðum aftur hérna einhvern tímann fljótlega. Það eru nokkrir útileikir hjá Káramönnum allavega í millitíðinni. En við segjum bara þessu loki í dag. Kári er áfram í 8 liða úrslit í fótbolta.net bikarnum. Takk fyrir okkur.